Það trúi ég að einhverjir hafi nú aðeins dillað sér að raula með hér í upphafi þáttarins þegar að þeir Grímur og Ívar fluttu fyrir okkur lagið hana Maríu Ísabel. Spiri-biri-bim, bom-bom-bom-bom. Hvað sem spiri-biri-bim þýðir nú, en þessir herramenn eru sestir í sófan hjá mér. Verið hjartanlega velkomnir. Takk. Helgason og Grímur Sigurðsson. Takk. Það ekkert ósekju að þið syngið þarna lag sem að við þekkjum nú betur með henni Helenu Eyjólfsdóttur. Þið ætlið að gera ferli hennar skil. Er það ekki rétt hjá mér? Heldur betur. Heldur betur. Það verður gert í tali og tónum. Já. Við verðum með sögumann. Alveg, já. Valgerður Erlingsdóttir, hún ætlar að sem sagt rekja þetta í gegn, sko. Já, akkurat. Og þetta er engin smáraðis ferill. Hvenær varst þú í hljómsveit? Já, hún var búin að vera syngjandi. Þegar ég byrjaði 1971 þá var hún búin að vera að syngja, ég veit ekki hvað, 20 ár. hún byrjar sko bara smástelpa að syngja inn á plötu fyrir Pál Ísólfsson, Jesú bróðir besti. Já, hvað segir þú? Þannig að ég kem tiltölulega seint inn í hennar feril. Og þú segir seint, þetta er fæðingarárið mitt, 1971. Til að setja það í samhengi. Víst ekki alvar, maður. Já, því að það enda líka, sko, það er nú stundum talað ástsæla listamenn þjóðarinnar og hún er náttúrulega svo augljóslega ein af þeim. Það elska allir Helenu Eyjólfs og við þekkjum öll lög með henni. Það er yfirskrift tónleikana Manst ekki vinur. Er það ekki rétt? Já. Er þetta ekki vísun í Platters-lagið gamla? Jú. Rökkur og Manst ekki vinur, fyrsta fundin. Þetta þekkjum við nú með. Já. Og þið verður nú ekki einir á sviðinu? Ekki aldeilis. Já, sviðunum. Þið ætlið bæði að vera hér fyrir norðan, í Hofi. Já, við ætlum að byrja 21. október í Hofi. Og svo flytjum við sama prógram laugardaginn 29. í Salnum, í Kópavogi. Október, hvort ekki? Já, október. Já, mitt. Þannig að þið hafið tíma fyrir ykkur, byrjuð að æfa. Já, og Feikilega gaman. Það er rosa gaman. Það er þegar mjög gaman, sko. Já, ég heyrði það. Þið hlóðu mikið, þið voruð að rauðleikur í gegnum lagi. Það er semst fyrir, þið hlóðu ekki mikið með rétt með þau sunguð. Nei, okkur finnst ekki leiðilegt að vera með hvor öðrum, sko. Nei, ekkert ákveðlega leiðileg menn. Nei. Og það er nú skemmtilegt fólk með ykkur sem þið eruð að syngja og spila með. Já, það er meiri drottningarnar sem eru með okkur. Það er Reyndís Ylva og svo er Kristjana Arngríms. Akkurat. Og Sigurlaug Vordís. Já, Silla á króknum. Hrafnhildur Ýr. Og Hrafnhildur Ýr. Já. Svo bara við. Svo bara við. Já. Og til þess að halda þessu öllu saman, þá er hann Rögnvaldur Valbergsson, sem er tónlistarstjórinn yfir þessu batteri. Hann stjórnar ykkur mjúkri hendi. Já, hún að vinna mikla vinnu í útsetningar og skipulagninga og svo öllu saman. Akkurat. Og það er feiki vinna sem liggur í því. Já, það lítur að vera líka bara að ferill sem spannar svona mörg ár og mörg lög. Það lítur nú að auðvitað náttúrulega eru sum lög sem segja sér sjálf. Já. Það, ég menna, við hljótum að heyra á skíðum skemmti mér trarallala. Er það á dagskrá? Já. Hopsabom. Hopsabom. Já, aska mín, þetta samfærið með það að koma aldrei nála skíðum. Ég gæti ekki betur heyrt en hún ditt alltaf. Já. Það kom alltaf. Og fleiri góð lög. Já, þetta eru allir bestu slagarnir, sko. Já. Mary Poppins, einhvað á Mary Poppins lögunum. Já, það var sirpa af þeim alveg. Veitu, hún söng Mary Poppins? Já. Já, þau valdi, hún og Valdi, sko, Þorvaldur Halldórsson. Já. Sungu þetta bara alveg á heila stóra plötu, sko. Það sem er stóra plötu, sko, 12 tommu plötu. Það? Vínilplötu. Ætli sú plata sé sjálfgefin? Ég hef aldrei séð þessa plötu. Þið segir nokkuð. Þetta er fréttir. Já, hún er til, já. Ég veit ekki hvort hún hefur verið gefin út á geisladisk, en platan, já en ekki. Nei, ok. Mjög skemmtileg tónlist. Já, akkurat. Og vandað. Mjög vandað. Já. Ég hlýt að spyrja, kemur drottningin sjálf? Hvað haldið þið? Já, hvað haldið þið? Þetta verður lengur. Já. Þið verður að mæta til að sjá hvort hún kemur blessunin.
En hún allavega heiðursgestur. Já. Svo hún verður á staðnum. Já, akkurat. Svo segjum við ekkert meira. Nei, við segjum ekkert meira. Það ákveðið það var svoleiðis. Já, akkurat. Þannig að tónleikagestir fá allavega tækifæri til þess að hylla hana ekki bara með komu sinni heldur. Hún verður á staðnum. Okay. Það mjög mikilvægt. Já. En hún búin að vera alltaf öflug undanfarin ár að syngja og koma fram. Alveg ótrúlegt hvað hann flott söngkona þá. Já, þetta magnað hvað röddin heldur sér. Já. Það algjörlega stórkostlegt. Hvað færð þú að syngja, Ívar? Ég fæ allavega flugdregan. Ó, já. Já. Það finnst mér rosa gaman. Já, en ekki leiðinlegt. Nei. Þekktirðu alla þessa tónlist? Nei. Nei? Fjari. Bara þannig að sé á hreinu þá tek ég hundinn. Það tekur þú? Já. En það verður vantilega rífist við þig þá? Auðvitað verður rífist við hundinn. Ég þarf að hafa hann í veiðiferðina allavega. Og víður. Ég vil ekki að segja meira. Nei, þú segir ekki. Aftur, við verðum bara að mæta og sjá. Já. Ert þú að fara að syngja á þessum tónleikum? Þú nú kannski þekktari fyrir hljóðfæraleik og lúðrablástur. Já, ég spila á trompeta þessu. Já. Trompetin verður með. Hann verður með. En svo verði ég hérna með nokkur lög sem eru svona Eidal-lög sett saman í Sippu. Já. Frá því sem við gáum út á plötum. Akkurat, frá hérna. Í gegnum tíðina. Frá svona blómaskeiðinu. Já, blóma, já. Já, allt þetta blómaskeið. Jú. Hljómsveit Ingimars Eidal var náttúrulega svo ótrúlega lengi við líði og elskuðu öllum, þannig að það að næga að taka. Akkurat. Já. Þetta verður mikil hátíð og þið byrjið fyrir norðan á heimaslóðunum og svo sigliði suður á bóginn með fríðu föruneyti. Já. Þannig að við getum, það gott að vita þetta í tíma, þá getum við hin, óbreytti borgari, við getum svona aðeins sett plötur á fóninn og fara að rifja upp svo við getum trallað og raula með. Akkurat. Þetta er dásamlegt gangi ykkur bara vel áfram á æfingum, herramenn og allt ykkar fylgdalið. Takk fyrir. Og við hlökkum bara til að koma hlust og njóta. Bara takk fyrir að fá að koma til þín. Takk fyrir að koma. Já. Það held ég. Það er gott að dilla sér og við dillum okkur áfram í þessum þætti. Við sjáumst eftir smástund.